Komið sæl. Í þessu myndbandi ætlum við að halda áfram að vinna með líkindareikning, en í tengslu við það þurfum við að geta reiknað út fjölda mögulegra samsetninga, eða hvað hægt að raða einhverju upp á marga mismunandi vegu. Þið kannski munið eftir þessu úr heftinu sem voru með síðasta vetur, þar sem verið var að spyrja út í matseðil, við erum til dæmis með forrétt og aðalrétt og eftirrétt, og nokkra valmöguleika í hverjum rétti fyrir sig. Hvað er þetta að blanda þessu saman eða búa til marga ólíkar framsetningar á matnum. En nú ætlum við að horfa aðeins í teninga og spyrja hversu mörg ólík pör geta komið upp ef tveimur teningum er kastað. Nú ein leið er vissulega sú að við getum skrifað upp alla möguleikana. Að á fyrsta teningin getum við fengið töluna 1 og á hinn teningin líka töluna 1 og sá möguleiki sýndur hérna. Annar möguleiki er að fá 1 á fyrri teningin og 2 á seinni teningin og svo framvegis. Þið sjáum strax að þessi leið getur tekið langan tíma og annar ókostur við hann er að stundum gleymast kannski 1 eða 2 möguleikar. Þannig að við ætlum að reyna að reikna þetta út og skoðum þá möguleikan á hvorum teningi fyrir sig. Og ef við kasta einum tening, þá eru 6 ólíkar tölur sem geta komið upp þar. Það er að ég geta fengið ás eða tvist eða þrist eða fjark eða 5 eða 6 á þann tening. Og svo kasta ég hinum teningnum upp og þar get ég líka fengið 6 ólíkar tölur sem koma upp. Þannig að til þess að reikna út fjölda para sem geta komið upp á þessum 2 teningum, að þá margfalda ég saman möguleikana á hvorum teningi fyrir sig. Og það sýnir mér að það eru 36 mismunandi pör sem geta komið upp. Og þá er ég að tala um þessu pör eins og ég byrjaði að nefna hérna í upphafi. Þannig að reglan, hún lítur eiginlega svona út og þið ættu að hafa séð hana áður, að til þess að finna fjölda möguleika sem að geta komið fram, þá tökum við möguleika á hverjum atburði fyrir sig og margföldum saman. Stundum viljum við hins vegar sjá alla möguleikana, ekki bara vita hvað eru margir, og þá getur verið gott að gera líkindatré. Og það virkar þannig að það eru skráðir allir möguleikar sem geta komið upp. Og við byrjum þá í einhverjum ákveðnum punkti. Við ætlum að sýna ykkur hvernig við gerum svona líkindatré fyrir þetta dæmi hérna. Þar stendur krónupeningi er kastað 2 sinnum. Hverjar eru líkur á uppkomi skjaldarmerki í báðum köstum. Eins og ég sagði áðan, við byrjum bara í einhverjum punkti, svona byrjunarpunkti hérna. Og síðan teikna upp grein fyrir möguleikana sem að geta komið upp. Það er þessi einn möguleikin er að komi skjaldarmerki, annar möguleik er að geta komið fiskur og þess vegna koma 2 greinar, hægt er að kalla þetta greinar, út frá þessum upphafspunkti þar sem ég byrjaði. Nú síðan, ef ég er búinn að kasta peningnum einu sinni og er staddur hérna í skjaldarmerkinu því að það komi upp, þá ætla ég að kasta upp í seinna skiptið og skrá hvað getur gerst. Þannig að í seinna kastinu getur komið upp skjaldarmerki hérna, eða það getur komið upp fiskur. Þannig að hér fyrir neðan skjaldarmerki kemur þá önnur eða 2 aðrar greinar. Nú ég hefði getað fengið í fyrsta kastinu fisk og þá væri ég staddur hérna í trénu og svo þegar ég kasta aftur að eftir að hafa fengið fiskinn þá getur fengið skjaldarmerki eða annan fisk. Þannig að tréð ætti þá að líta svona út. Þannig að þessi neðri hluti trésins er að sýna hvað gerist í öðru kastinu. Efri hlutin er að sýna hvað gerist í fyrsta kastinu. Og hér get ég þá rakið mig í gegnum tréð og séð alla möguleikana sem upp geta komið. Einn möguleikin er sem sagt að fá fyrst skjaldarmerki og síðan aftur skjaldarmerki, eða skjaldarmerki og fisk, eins og kemur hérna blátt á myndinni, eða fisk og skjaldarmerki, eða fisk í fyrra kasti og fisk í seinna kasti. Þannig að þetta eru 4 ólíkar leiðir sem hægt er að fara í gegnum þetta tré frá upphafspunktinum og niður að svona neðri mörkunum hérna. Og það þýðir að það eru 4 mismunandi möguleikar sem getur komið upp. Þannig að líkurnar á, eins og spurt ef ég klára dæmið, hverjar eru líkurnar uppkomið skjaldarmerki í báðum köstum. Og það er þá þessi rauða leið í trénu, skjaldarmerki og aftur skjaldarmerki. Þetta er ein leið sem hefur 2 skjaldarmerki
af 4 mismunandi leiðum gegnum tréð. Þannig að svarið væri þá við spurningunni, ég ætla að svara þessu dæmi hérna, svarið væri þá 1/4 eða 25%. Nú, ef ég sýni ykkur, núna er ég búinn að taka 2 leiðir sem að sýna sko fjölda möguleika. Ég hefði getað farið hina leiðina í báðum þessum dæmum. Það er að segja að með teningana, í staðinn fyrir að reikna þetta út, þá gæti ég alveg gert svona tré og sagt, ok, ég kasta tening og ég get fengið 1, eða 2, eða 3, eða 4, eða 5, eða 6 á teningin. Og ef, ég ætla síðan að halda áfram með seinna kastið eða seinni teningin, og þá get ég teiknað það hérna fyrir neðan. Og ef ég er stættur og kasta fyrir teningnum og fæ ás, það er svo stættur hér, kasta seinni teningnum, þá gæti ég fengið ás, eða tvist, eða þrist, eða fjarka, eða 5, eða 6. Og svona getið þið haldið áfram, en þið sjáu það í þessu tilviki er tréð ansi þétt og stórt. Ég ætla að leyfa ykkur að klára það sjálf eða viljið, en ef ég renni aðeins yfir seinna dæmið með peningin, í staðinn fyrir að teikna upp svona tré, þá hefðu við líka getað reiknað út hversu margar leiðir koma fram í trénu eða hversu margar ólíkar útkomur hægt að fá upp. Að ef ég kasta einum pening, að þá getur skoðað að það eru 2 mismunandi möguleikar sem geta komið fram, eða 2 mismunandi möguleikar. Annars vegar skjaldarmerki og hins vegar fiskur. Og svo skoða ég fjölda möguleika í peningi númer 2 og hversu margar ólíkar útkomur geta komið þar upp. Jú, annarkvort skjaldarmerki eða fiskur. Þannig að það eru 2 möguleikar. Og ef ég margfalda þetta saman, þá fæ ég 4 mismunandi möguleika. Alveg svo tréð áðan sýndi mér 4 mismunandi leiðir. En þá ætla ég ekki að hafa lengra í bili og segi bara takk fyrir mig.